Komið sæli kæru hrútar. Þá komið að ég að lesa aðeins fyrir ykkur, sjá svona hvað að gerast hjá okkur þessa dagana og næstu daga. Á meðan ég græja hérna Reykjelsi, þá ætla ég að biðja ykkur að hugsa aðeins nánasta umhverfið ykkar, fjölskylduna, vinina, vinnuna, og heimilið ykkar kannski. Og síðan ætla ég að biðja ykkur að láta hugan reika til einhverja mikilvægrar manneskju í ykkar lífi sem þið eigið einhvers konar samband við. Og svo skulum við sjá hvað kemur í spilunum. Þá byrjum við, kæru hrútar. Það sem þér efst í huga, hrútur, það sem varst að pæla í þessa dagana eða í gangi hjá þér, það hefur eitthvað að gera með móður jörð, jarðtengingu eða náttúruna, og það er bara kannski kominn tími fyrir þig til að ná aftur einhverjum tengslum eða tengingu við jörðina, umhverfið þitt sem að þú hefur kannski vanrækt. Það vill nú oft verða þannig þegar það er að fyrir að kólna. Þá fyrir við að draga okkur meira inn í hús. Þannig að jarðtengingin fæst svolítið með því að vera í náttúrunni og leyfa náttúruöflunum svona að umlykja okkur. Þannig að kannski þið farið að langa að fara meira í þá tengingu. Vinn á móti kannski einhverju losi sem þú finnur fyrir. Sjáum hvað kemur meira. Umhverfið þitt nánasta og heimilið, þar færðu sterkt breytingaspil. Mjög margir sem að upplifa breytingar núna og alls kyns flutninga og svoleiðis varðandi heimilið. Og þú ert greinilega líka í þeim pakkanum, kæri hrútur. Kannski einhver að flytja inn á heimilið þitt, það getur líka verið. Nú eða einhver að flytja út, þú ert að hugsa breytingar. Þetta þurfi ekki að vera flutningar, þetta getur verið bara tiltekt. Þannig eitthvað að þróast og breyta svip, skulum við segja. Týndu þér ekki í jólarhengjörningu samt, það er engin gleði í því. Sjáum hvað setur. Áhugamálin eða vinnan, vinirnir og slíkt kemur í þessu spili og þar færðu fjölskyldu. Ok. Family circle stendur hérna. Já, vinirnir eru kannski bara fjölskylda því. Það getur verið að þú eigir líka vinir sem eru eins og fjölskylda. En svona þeir sem eru í kringu þig virðast tengjast þér allavega sterkum böndum og þá myndi ég segja að þetta væri frekar vinahópur heldur en vinnufélagar, en hver veit, þú getur verið partur af fjölskyldu fyrirtæki eða vinna þín sé þér bara ákaflega mikilvæg. En það er allavega sterk fjölskylduorka hér. Mikilvæga persónan sem ég baði að hafa í huga, hún kemur hér. Er það einhver sem sveik þig eða kom illa fram við þig eða með óheiðarleika? Allavega hafa samskiptin ykkar ekki verið alveg 100%. Og það er einhver leiðindi sem hafa átt sér stað hérna eða þetta gæti líka verið bara þinni hálfu að þú ert alveg heiðarlegur.
kærir rútur og lítur í einn barm. Kannski varst það þú sem sveikst. Sjáum til. Óvænta elementið í þessum lestri, það kemur hérna aftast. Og þar færðu fallega broskallaspilið. Þetta kom upp í öðrum lestri líka á þessum stað. Það skemmtilega við þetta spil er það að þetta eru endurfundir. Eitthvað jákvætt og fallegt varðandi samskipti og endurfundir tveggja aðila eða fleiri sem að koma óvænt, eitthvað sem þú átti ekki von á og gæti tengst þessari mannesku hér sem að þú ert með í huga. Vissulega. Sjáum til. Þannig að þú ert hérna með jarðtenginguna, breytingar og fjölskylduna, allt saman. Það sem að þú ert með í huga hérna tengist náttúrunni, greinilega. Og kannski er þetta náttúra, kannski er þetta ekki náttúra hérna á Íslandi eða hérna akkurat náttúra eins og við að venjast. Mér finnst þetta að vera dálítið svona framandi fílingur í þessu, pálmatri og eitthvað slíkt og fallegt blátt haf. Þetta er kannski bara þér efst í huga að komast út fyrir landsteinana eða komast í sólina eins og margir þrá. En þú hefur frjálsan vilja og það er ákvarðanataka í þessu spili. Þannig að þú þarft kannski að vega eitthvað og meta hvað þú vilt gera. Kannski er það með pælingar að flytja og að það tengist öðru landi. Það geti vel verið. Sjáum til. Nánasta umhverfi, heimili, fjölskylda. Ofan á breytingarnar hérna eða flutningarna. Færðu bara þetta spil sem segir mér að innst inni veistu nákvæmlega hvað þú vilt gera. Og þú þarft í raun og veru ekki að leita lengra en það. Kannski ekki að tjá þig mikið þessi mál. Heldur hugsa þetta bara allt innra með þér og heldur bara kúlinu út af við. Það geti meira en vel verið. Og ef til vill er einhver manneskja hérna sem er að leiðbeina þér varðandi þetta, sem að hefur þessa sterku andlegu tengingu og þessa innri visku eða innri vitnesku. Ok, ofan á fjölskylduna sem að hérna tengist hérna vina og áhugamálunum þínum. Þetta gæti líka verið fjölskylda sem er ekki kannski alveg í þínu nánasta umhverfi, heldur ef þú ert kannski í fjarlægð frá ákveðnum parti af fjölskyldunni þínu, þá getur verið að hún komi hér upp. En við skulum sjá hvað kemur ofan á. Já, þar færðu eftirsjá og sektarkennd. Það er eitthvað í samviskunni þinni varðandi þennan hóp sem er að bögga þig. Kannski ertu ekki búin að vera að sinna þessu fólki eða að þú hefur komið illa fram við það á einn eða annan hátt. Af því að svo höfum við þetta óheiðarleika spil hérna við hliðina sem heitir treason á ensku. Og orðið fraud er hérna líka sem að táknar einhvers konar svik. Kannski er einhverjir í þessum hópi sem að telja þig hafa sýnt þessa hegðun eða einhverjir úr þessum hópi sem að hafa verið að svíkja þig
Tilfinningarnir eru allavega erfiðar sem fylgja þessu. Og það eru manneskjur hér sem eru með eftirsjá yfir því hvernig hlutirnir fóru. Við skulum sjá. Mikilvæga persónan sem kom hérna með óheiðarleika spilið. Getur verið að að þetta hafi verið maki, sambýlismanneskja, kærasti, eitthvað slíkt. Því að rómantíkusar, hvað segir maður? Jó. Jæja, við skulum bara segja að spilið sem táknar rómantík, það kemur hérna ofan á þennan óheiðarleika. Kannski varstu svikin í ástum, kæri hrútur, eða þú sveikst einhvern. Stóðst ekki með manneskjunni í lífið þínu eins og þú hefðir átt að gera og þú ert kannski að uppskera eftirsjá og sektarkennd vegna þess. Það getur verið bara mjög erfitt og þó að mér sé alltaf illa við að nota orðið karma, þá poppar það alltaf upp. Ég ætla að fara að segja, þú hefur kannski skapað þér erfitt karma vegna þessa. Ok, ég ætla ekkert að fara dýpra í þetta. Það er greinilega erfiðar tilfinningar hérna í spilinu. Endurfundirnir, aftur á móti, koma hérna óvænt inn sem gæti verið hreinlega í tengslum við þetta. Við skulum sjá. Nýir möguleikar, ný tækifæri. Eitthvað sem er byrjað að vaxa og á eftir að vaxa meira og stækka og dafna. Þannig að það á eftir að koma óvart, þessi sproti sem er farin af stað, sem boðar hérna nýja byrjun og nýjan vöxt, nýjan þroska. Þetta er mjög fallegt og jákvætt að sjá þetta. Nýji möguleikar hvað varðar ástina, rómantíkina, eftir kannski tímabil eftirsjár. Þetta var allavega eftir að koma þér á óvart. Já, kæri hrútur, þú getur verið svolítið fljótfær stundum og þar af leiðandi séð eftir hlutum. Við höldum áfram það sem er þér efst í huga. Frjálsi viljinn hérna og tengingin við jörðina og síðan kemur þessi fallega drottning. Mér langar nú bara svona að færa þessa drottningu hingað því að hér eru miklar tilfinningar í spilinu hjá þessari drottningu. Þetta er drottningin sem hefur djúpar tilfinningar gagnvart ekki bara öðrum, heldur bara gagnvart lífinu og hún leyfir sér svolítið að lifa í tilfinningunum sínum. Hún er lítið í hugsunum og í hausnum, heldur líður henni betur þegar tilfinningarnar eru uppi við. Og mér finnst þessi drottning vera í svolítið þessum hugleiðingum hérna, rómantískum hugleiðingum og í þeim hugleiðingum að reyna að betrumbæta eitthvað á tilfinningarsviðinu. Og þessi sterka jarðtenging hérna, já. Ok, við höldum áfram. Kannski ertu að hugsa þessa konu. Eða þessa drottningu, skulum við segja. Þetta þarf ekki að vera kona. Kannski er þetta kona sem er þér efst í huga.
eða þetta ert þú sjálfur, kæri hrútur? Það er spurning. Heimilið og nánasta umhverfið þar sem að þessi innri viska og þekking er upp á borðum núna varðandi breytingar. Þar færði þetta svona svolítið háandlega spil sem að tengist í raun og veru spilinu hérna á undan. Þetta spil tengist inn á andlega þekkingu og innri visku. Þetta bókasafn sem að er hérna að því að Akashic Library er talið geyma alla mannlega þekkingu og visku sem til er, bara frá byrjun til enda, skulum við segja. Þetta er svona andlegur þekkingarbanki. Veit ekki alltaf hvað á að kalla þetta. Þetta bendir bara til þess að það er einhver mikil viska hérna undir niðri sem að þú, kæri hrútur, ef til vill, ert ekkert endilega að gera þig grein fyrir varðandi þessar breytingar sem að eru í gangi eða munu koma til þín. Bókasafn, já, þekkingabrunnur. Já, ok, afsaki, ég datt aðeins út. Ok, höldum áfram. Eftirsjáin hérna, varðandi einhvers konar ástvin. Kemur kóngurinn sjálfur. Ok, þá erum við komin hérna með par. Þetta gæti verið vinapar, þetta gæti verið hjón. Þarf ekki að vera svona hefðbundin gifting, en þetta er konungurinn og drottningin í rósunum. Drottning rósanna og kóngur rósanna. Þannig að þetta hérna myndi ég túlka þannig að væri annar hlutinn af einhvers konar tvíeyki, þar sem að þú ert annar aðilinn. Og þetta eiginlega ýtir undir og staðfestir það sem ég var að segja hérna áðan með þessi svik hérna á tilfinningasviðinu, að þetta tengist greinilega inn á aðila í sambandi. Þannig að hvort sem að þetta er skilnaður sem hefur átt sér stað, vinaslit, eða það að fjölskyldumeðlimur hafi þurft að draga sig út úr fjölskylduhópi. Það er misjafnt eftir því hver ykkar á í hlut, kæri hrútur. Ég fær svona alveg bara blöndu af þessu öllu. Fyrir ákveðna aðila þá er þetta skilnaður sem að síðan hafði í för með sér eftirsjá. Bara hreinlega það að fólk hafi séð eftir því að skilja. Og hefði kannski frekar þá vilja reyna að leysa málin á annan hátt. En sjáum til, við drögum hérna ofan á rómantíkina og þessa þennan innri eldmóð. Passion eru ástríður líka, það var eiginlega orðið sem ég var að leita að hérna. Ástríður. Ok. Einhvers konar takmarki er náð. Maðurinn er kominn á toppinn. Það mun nást árangur í þessu máli. Hann getur verið misjafn eftir hverjum og einum, en það er eitthvað sem að fæst í gegn.
og þetta einhver aðili sem búinn að vera að horfa á þetta fjall sem hefur kannski hingað til virst vera ókleift, en nú hann bara kominn upp, þannig að það eitthvað sem á eftir að ganga upp hérna hjá ykkur, kæru hrútar. Og svo auðvitað það að vera á toppnum getur oft verið gott, fallegt útsýni, þó sé kannski einmannalegt. Ég veit ekki af hverju ég að koma með það hérna með, en það kemur jákvæð tilfinning með þessu spili varðandi þennan árangur. Þannig að mig grunar að það sé einhvers konar sættir hérna í gangi, þar sem að fólk á eftir að koma sáttari frá stöðunni heldur en áður. Og alveg pottþétt einhver mikill svona andlegur þáttur eða andleg orka sem að hérna að hafa áhrif í allar áttir. Mér sagt, ég verð að segja ykkur að það einhver tenging hérna við bókasafn. Bara það að segja þessi hefðbundnu sem að við þekkjum. Kannski vinnur einhver ykkur á bókasafni eða þekkir einhvern af þessum aðilum hérna sem tengist bókasafni. Ok, þá ég búin að koma því að sprotinn sem að fer á stað hérna óvænt, sem að þið áttu kannski ekki von á, með rústa ég alltaf spilunum hérna þegar ég tekur upp, þau eru svolítið sleip, með brosköllunum fallegu hérna sem tákna endurfundi. Þar kemur annað svona pínulítið bókasafnsspil, svolítið líkt þessu hér, skrifarinn. Ok, óvænta elementið í raun og veru kannski lærdómurinn sem á eftir að dragast af þessu öllu saman. Það einhver þroski og viska sem að hérna í gangi. Það eins og aðilarnir sem ræðir séu í einhvers konar skóla og séu hérna svolítið að brillera á prófunum. Þú sjálfur, kæri hrútur, gæti verið tengdur inn í einhvers konar ritstörf líka, eða það sem kemur á óvart að þú sért að fara í eitthvað tengt ritstörfum, eða ert að fara að skrifa einhverja pælingar eða eitthvað sem þér liggur á hjarta. Það allavega einhver hérna sem að skrá niður hluti. Þetta spil kom hjá einhverjum öðrum núna fyrir stuttu og þá var ég að tala það að skrifarar hérna á öldum áður, þeir voru ofta að afrita, bara eins og hérna ljósritunavélarnar okkar í dag, voru að afrita texta og stundum með lengd. Þannig að þetta einhver þekking hérna sem að kemur til þín á óvæntan hátt. Ok, þá tökum við hérna eitt spil enn áður en að svona við förum að slúta þessu. Þetta spil vildi koma, skulum hafa það hérna svona til hliðar með ofan á fallegu drottninguna. Já, þess vegna, það kemur spilið sem ég dró önnur drottning og þetta í raun og veru sama drottningin. Drottningin í bekurum og drottningin í rósum, þetta drottning vatns elementsins. Enn og aftur verið bara að ýta undir þetta tilfinningadæmi hérna, það að þú viljir eitthvað erfitt með að forma
það sem ég ætlaði að segja. Já, ef þetta er manneskjan sem að þú ert að hugsa sem að er þér ofalega í huga, þá gæti þetta verið manneskja sem er mjög næm og lætur tilfinningarnar svolítið ráða för, eða þá að þetta sért þú sjálfur, kæri hrútur, sem að hefur tekið þessa ákvörðun að leyfa tilfinningunum að ráða núna í þetta sinn. Þú ert ekki vanur því nefnilega sem eldsmerki. Þetta er staðfesting á næmninni hjá viðkomandi manneskju. Þessi manneskja gæti líka verið miðill eða unnið við andleg málefni, því að hún skilur tilfinningar annara og leyfir öðrum oft að spegla sig í sjálfri sér. En síðan þetta spil sem kom hérna og datt ofan á, hoppa út úr stokknum. Hér er verið að tala alla möguleikana sem að þú stendur frammi fyrir og að þú þurfir að vanda þig og velja það sem að hentar þér best, velja rétt, skulum við segja. Þannig að það er kannski að fara að koma upp einhver svo staða þar sem að þú þarft að vanda valið og þig langar að velja með tilfinningunum. Það er eiginlega heila máli hérna. Þá er spurning bara hverju það skilar. Nánasta umhverfið þitt hérna og bókasafnið blessaða. Þá fáum við hérna kóng. Þetta er kóngurinn sem talar skýrt, býr yfir mikilli vitneskju og þekkingu og hann er svona svolítið í því einmitt að skrá niður hluti. Þetta getur verið manneskja sem vinnur við skriftir eða lögfræðistörfum er sagt. Þessi manneskja er oft hámenntuð. En fyrst og fremst er þetta bara kóngurinn sem að lætur hann lætur ekkert fara fram hjá sér fara, hann er skarpur og athugull. Og þetta er einhver sem að er í þínu nánasta umhverfi, tengist inn á það og breytingarnar sem við vorum að tala hérna fyrst. Þannig kannski þetta er einhver sem að hjálpar þér að sjá hlutina skýrt, hvernig er best að gera það sem að þú ætlar þér að gera. Svona alveg andstæðan við tilfinningadrottningarnar hérna á undan, þá er þetta maður sem lætur tilfinningarnar ekki stjórna. Heldur fast í rökhugsun, lógík og skynsemina fram í alveg rauðan dauða. Þannig að kannski á þetta svolítið eftir að brjótast í þér, kæri hrútur. Hvort þú eigir að láta skynsemina eða tilfinningarnar ráða í þessu vali hérna. Það er svolítið grimmur á svipinn, sko. Ok, hinn kóngurinn sem er ennþá hérna er hins vegar tilfinningakóngurinn, þessi ljúfi blíði, rómantíski líka, mikið rómantík hérna undir niðri. Það er í raun og veru hann sem að komst hérna á toppinn með því að leyfa tilfinningunum svolítið að spila inn í. En þessi er andstæðan og mikið mótvægi. Hvað kemur ofan á hérna? Já, þetta er svolítið spurningin hjá þér, kæri hrútur, að kannski fara bil beggja. Vega og meta bæði með skynsemi og hjarta. Auðvitað er það hægt að leyfa bara svona sitt lítið af hverju í þeim efnum. Leyfa tilfinningunum að ráða einhverju ákveðnu máli en hafa skynsemina með í för eða öfugt. Þetta er spurningum að finna jafnvægi þar á milli.
Það er greinilegt. Ok, þá höldum við áfram. Nú fer þetta að vera búið hjá okkur. Það að komast hérna á toppinn skilar þér miklu. Það er, ég sagði áðan að það væri mikill lærdómur hérna. Það er að árétta það. Þú ert að læra heilmikið af þessu, kæri hrútur. Hvað sem þetta er, hvort þetta séu flutningar eða einhverja aðra breytingar. En hérna ertu allavega að vanda þig og vinna verkin þín eins vel og þér framast er unnt. Og þetta er, hér undir er manneskjan sem að þú hafði með í huga. Þannig að þú ert kannski að vanda þig í samskiptum þínum eða varðandi það sem að ykkur fer á milli. Já, ok. Læt þetta duga í bili með þetta spil. Þá er það óvænta elementið. Það sem er að koma til þín óvænt, það kemur til þín með miklum hraða og bara mjög skyndilega. Og kannski þarftu að taka afdrifaríka ákvörðun án þess að þið finnst þú vera tilbúin til þess. En stundum er bara best að taka ákvarðanir á þess að hugsa mikið. Þannig að þetta er eitthvað sem er að koma inn með miklum hraði. Eins og örvarhríð, eins og sést hérna á myndinni. Ok, það var einn umgangur hérna á spilum en áður en að við leiðum svo englinum að slúta þessu hjá okkur. Skilaboð sem valda áhyggjum. Það er að brjótast í þér hvað þú átt að gera og það hjálpar ekki til að þú færð hérna eitthvað sem að svona hristir upp í þér. Kannski kemur þessi kóngur inn með eitthvað erfitt. Ok. Eitthvað í umhverfinu þínu, nánasta umhverfi, heimili, fjölskylda. Já, ok. Þetta gæti verið bara fréttir heilsubrest hjá einhverjum, þér sjálfum eða þínu nánustu. Eitthvað sem að þarf að sinna. Þetta þarf ekki að vera líkamlega andleg heilsa, þetta getur verið slæm staða í fjármálum. Þetta er eitthvað sem er ekki alveg 100% í lagi og þú kemst að því þegar að þessi skilaboð koma til þín. Þannig að þetta er eitthvað sem þú þarft að takast á við og yfirkoma. Komast yfir, ætla ég að segja. Maður er stundum, hálfur hausinn á manni er að hugsa á ensku og hinn á íslensku, yfirkoma. Jæja. Ok, vinnan þín, áhugamálin, vinirnir. Þar sem að þú þarft að koma á jafnvægi. Já, þar færðu bara hérna nánasta umhverfið þitt. Þetta er greinilega annaðhvort partur af fjölskyldunni þinni eða vinnuhópnum. Það getur verið eitthvað að gerast í vinnunni hjá þér sem að þú svona þarft að takast á við þar sem að fyrirtæki kannski stendur höllum fæti án þess að þú vitir af því akkurat á þessu augnabliki. Það sé verið að skera niður eða eitthvað þannig. En þetta fólk er nú bara broshýrt og virðist líða vel. Þannig ég hef ekki trú á því að þetta sé eitthvað alvarlegt til frambúðar.
þessi hérna slæma staða eða veikindi sem ég verið að tala um hérna. Ok, þá er að líða að lokum. Mikilvæga persónan sem að þú ætlar að vanda þig í samskiptum við. Já, þetta spil er búið að koma hjá mjög mörgum hérna. Það er þetta að gera eitthvað opinbert. Segja frá einhverju, staðfesta eitthvað, kannski með stimpli. Þetta er einhver hérna svona, ef ég segi það með jákvæðum formerkjum, kerfiskall sem að kemur hérna og á hluta að þessu máli. Þetta gæti verið banki, fasteignasala, þetta gæti verið skóli og eitthvað slíkt. Það er verið að staðfesta opinberlega einhverju hluti. Það er verið að taka próf, það er verið að skrifa undir eða verið að segja frá giftingu, segja frá fjárfestingum, húsakaupum, einhverju slíku. Og það er varðandi þessa manneskju sem við vorum með í huga. Hún er með inn í þeim pakka. Ok, eitt spil enn, óvænt. Sko, óvænt varðandi vinnu, kannski fáið þið atvinnutækifæri, bara 1, 2 og 3. Eða þið fáið tækifæri til að taka ykkur einhvers konar aukavinnu. Þetta gæti líka verið það. Það er einhver leið hérna til að vinna ykkur inn peninga og ekkert nema gott það að segja. Og ég held þið þurfið ekki að velta málunum svona mikið fyrir ykkur. Ég held þetta sé tækifæri sem er að koma þar sem að þið ættu bara að grípa gæsina. Ok, þá ætlar engillinn að loka þessu fyrir okkur. Já, engillinn er að tala um mataræðið ykkar. Eru þið búin að vera lasin? Þetta gæti talað inn á hérna heilsuspilið sem kom hérna áðan. Bættu mataræðið og þá mun líf þitt líka batna. Þannig að ef til vill er það nóg, ef að núverandi mataræði er að gera ykkur eitthvað grikk, endilega skoðið þið það og endilega tékkið þið á hvort að þið séu með nægjanlegt magn af vítamínum í systeminu. Þá kemur aðallega upp í hugan B12 og D. Margir eru með D-vítamínskort og B12 skort á þess að vita af því og það getur valdið ýmiss konar einkennum og gert óskunda. Það er margt fleira sem gæti komið til greina hérna. Ofnæmi, það að borða meira af kjöti eða borða meira af fiski, meira af einhverju sem að ykkur vantar og minna af einhverju öðru. Já, ok. Þetta var lesturinn ykkar, kæri hrútar. Ég bara vona að næstu dagar verði ykkur góðir. Takk ykkur kærlega fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.